Hönnunarmiðstöð náttúrulega bara með það markmið í öllu sem gert að efla hönnun og arkitektúr í Íslandi og við erum að gera það í umboði stjórnvalda en við erum drifin áfram og rekin af hönnuðum og arkitektum sjálfur og erum í rauninni að reyna að ýta undir það að hönnun og arkitektúr verði bara mikilvægari og stærri atvinnugreinar á Íslandi. Ég vissi af því þegar var að byggja Grófsku og mér fannst það strax mjög spennandi út af því að við höfum verið að halla okkur oft meira í átt að nýsköpun og nýsköpunarheimi og nú þegar að verða til alveg gríðarlega miklar og mikilvægar tengingar. Eins og við horfum á nýsköpun, þá það mjög tæknilegt og kannski svona tengist lyfjaþróun og svoleiðis sem auðvitað bara mjög flott. En ég held að það sé gríðarlegt tækifæri í skapandi greinum og í þeim sköpunarkrafti og nýsköpunarhugsun sem ríkir þar. Gróska að verða bara alveg gríðarlega sterkt hús fyrir skapandi greinar. Og hér tækifæri og við erum með stjórnendur hússins með okkur í liði að efla hér samtal, draga fólk að utan inn í húsið. Það hér sem getur verið samræðan skapandi greinar og hvert skapandi greinar að fara og fyrir bara miðstöðina að vera með sína viðburði hér, við erum að gera hönnunarmars og hönnunarverðlaun og við stóðum núna á hönnunarmars fyrir viðburði sem heitir Hanna í Grósku og þar 10 fyrirtæki að sýna hérna í opnarýminu og að segja frá því hvað verið að hanna hérna í Grósku. Í Grósku felast alveg gríðarleg tækifæri. Þetta nýtt hús, tiltölulega ungt hús og það ekki alveg orðið á öllu sem það á eftir að verða.